En nú ég búinn að tala við nokkra bara hugmenn hérna á FIBA Europe og svona, þeir tala bara vel Ísland og vel því sem varaforseti. Hvernig það að vera varaforseti innan þessa sambands og gerði það ekki dálítið fyrir okkur að geta einmitt fengið svona mikilvæga samkomu fyrir körfuboltann hingað til Íslands? Jú, að sjálfsögðu. Það er gaman að heyra það, þeir tala svona fallega hann, það er ánægilegt. En það er náttúrulega þannig að verandi varaforseti, þá er maður það heppinn að því að það er þannig á FIBA, þú veist, það er ykkur 21 manna stjórn hjá FIBA Europe og síðan er það varaforsetarnir, við erum 3 varaforsetar, svo er það forsetinn, gjaldkerinn og framkvæmdastjórinn sem við hittust kannski svona minnst einu sinni í mánuði, stundum oftar ef þurfa þykir. Þannig að maður er miklu meira þá inn í því að geta tekið þátt í hennu almenna spjalli, fá meira upplýsingar til sín og maður getur haft miklu meira áhrif. Vegna þess að þú er kannski ekki ávarpað það bara á venjulegum stjórnarfundi sem er 3-4 sinnum á ári, maður getur ávarpað það þarna, maður getur komið hugmyndum á framfæri og maður getur í rauninni svona haft miklu meiri áhrif beint á hlutina heldur en með einhverjum formulegum tillögum. Og það er það sem við verðum að vinna, eins og að auknu jafnrétti í íþróttinni, að kvennaboltinn fái ennþá meira vægi hjá þeim, að því ég er stundum ósáttur við hvernig keppnisfyrirkomulagið er og ekki bara ég heldur við frá Íslandi og við á Norðurlöndunum. Við höfum viljað vinna því að breyta keppnisfyrirkomulagi innan kvennalandsliða boltans vegna þess að við viljum eiga möguleika á því að komast bara á Evrópumótin, við viljum eiga möguleika á því að komast á heimsmeistaramótin, þannig að þetta er allt svona sem að skiptir máli. Þannig að það skiptir máli að hafa röddina, setja við þetta borð og geta komið öllu sínu framfæri. Þú talaði um það núna um kvennaboltan sérstaklega, en eru aðrir hlutir en bara það? Ertu spenntast fyrir að tala um það á þessari ráðstefnu? Er eitthvað sem svona brennur sérstaklega á þér til að ræða þessari samkomu? Akkurat núna, það sem við erum rætt núna, af því að það myndi ég segja að væri nýtt fyrirkomulag í FIBA Europe Cup keppninni. Vegna þess að ég held að það fyrirkomulag sem að verður vonandi samþykkt hér á stjórnarfundi seinna í dag og kynnt þá á þinginu á morgun, það gerir það meira verkum að við getum sendt okkar félagslega í þessa FIBA Europe keppni. Það er það sem að ég vona að geti orðið út frá kannski þessu hér þingi. Síðan er náttúrulega alltaf þetta sem við erum að tala um varðandi nýja keppni með NBA í Evrópu. Það verður líka spennandi að ræða það aðeins. Þannig að þetta eru svona kannski þessi helstu topic í dag ásamt þá að ræða meira um þetta keppnisfyrirkomulag í kvennalandsliðunum og gera það að verkum. Og það er svona vinnunefnd á vegum FIBA að vinna þetta og FIBA Europe að vinna nýjar hugmyndir varðandi þetta og það er eitthvað sem ég bind mikla vonu við á næstu mánuðum og myndi það kannski vera á þinginu eftir 1 ár. Ok. Að svona lokum og kannski bara svona smá létt líka auðvitað, hvernig ekki að fá mennina til þess að kíkja á einn úrslitaleik í karla eða kvennadeildinni? Jú, þeim langaði rosalega mikið að koma og ég fór nú í gær, þá voru þeir hér að funda og þau öll í kringum þetta. Það er sama í kvöld, af því þau náttúrulega eru líka að nota tækifæri. Hér eru fulltrúar hátt í 50 landa. Þannig að margir vilja líka fá, þú veist, svona prívatfundi til að koma sínu sjónarmiðunum á framfæri. Aftur kemur því við erum heppin með það, við eigum þetta, við þurfum ekki kannski akkurat þetta, því við eigum í þessu samtölum, ég ætla bara að leyfa mér að segja í hverri viku. Við erum í þeim hring að geta haft þessi áhrif. Þannig að nú eru þeir að tala við hinn og þessi lönd hér sem eru óskað eftir fundum með þeim. Það var mikill vilji til að fara á leikina. Margir voru að koma, það var mikið að fundum í gær og svo var aðeins laust í kvöld. En þá vildu margir kannski fara á þann leik, en það er bara ekki vegur að geta komið fólki til Grindavíkur í kvöld eins og staðan er varðandi miða. Nei, það er bara svo það er þá. Þeir bara horfa þá bara leikinn á sjónvarpsskjánum einhvers staðar hérna á hótelinu og bara hafa það gott. Bara hérna á barnum. Já, takk hjá þér þetta. Ok, takk.